Sko, mamman sló Geir síðan með henni í gaggó, sko. Það er old school. Það er old school, en þess má geta fyrir þá sem heima sitja að Logi Geir er líka Mosfellingur og við verðum að slæta spekti á það, sko. Já. Það er eiginlega Hákon Árnason main eventi sem að fær svona mestu athyglinna fyrir að vera Mosfellingur. Já, það er einhver hreyfing að myndast þarna, sko. Já. Sko, við gætum fengið sko 2 titilhafa í kvöld frá Mosfell. Það væri ekki leiðilegt að keyra heim með það í fallteskinu, sko. Ég segi það bara sem heimalíkur, sko. Gerir stundum En ég meina að þetta er grjótharður náungi, þú sér það alveg. Hann er í formi og... Já. Og hann vinnur flesta sína bardaga svolítið á því að vera hraustur, vera sterkur og bara vera rosalega gay. Eitthvað það virki í gegn. Hefði alveg mátt raka sér bringuhorfur í fætin en það er eitthvað sem mér finnst. Smá Wu-Tang örnandi gangi, sko. Þetta er rólindis lag, smá difta hjá honum Loga. Já, ok. Það má. Þetta er náttúrulega æðislegur strákur. Sagðist alltaf í læknisfræðina ef að MMA-ferillinn myndi ekki ganga upp. Hann er emmeringur, eða ekki? Er hann í... Var hann ekki emmer eða eitthvað tíma? Jú. Já. Þannig að ekki bara... Jú, hann er emmeringur. Gáti Amus. Nefnilega. Skemmtilegt að segja bara því með Loga. Hann meitti sig inn í svona á liðþóa á öðrum fætinum á vinstri fæti og þá skipti hann bara yfir í southpaw til að geta betur bóksa bara á hægri. Þannig að hann er eiginlega orðið jafn vígur. Þannig dílar maður við reynslu. Og hann er svartbeltingur, eða? Hann er brúnbeltingur. Brúnbeltingur. En hann er löngu fann að söppa svartbeltinga. Hann hefur til að minnst, hvort það hafi verið Mjölnir Open eða eitthvað tjandinn, þá söppa hann Bjarkarður Pálsson sem hann alltaf er að halda sjóið í kvöld. Það er svoleiðis. Hann á það svona undir beltinu. En mig grunar að þegar hann fer í glímuna Það sópar að þessum dreng, ég sé það á. Já. Skína honum heilbrigðið, maður. En þegar Theo Rómeri fer í glímuna gegn Loga Geirs, þá mun hann hugsa, ó guð, hvað er bara komið út í? Það er svoleiðis. Já. Ég held að þetta sé ekki erfiðasti bardagi sem að Logi Geirs hefur farið inn í, en tökum ekkert af Theo Rómeri. Syngum með, maður. Hann að fíla sig, sko. Já. Logi Geirs er réttilega 8-0 í MMA, barðist í Króatíu seint í fyrra, þar sem að barðist í Ferkontu búrið. Já, bara í boxring þá? Nei, bara Ferkandabúr. Heyrðu hvað Arnar segir. Out of the blue corner, a 22 years old mixed martial artist holding an amateur record of 5 wins, 2 losses. Standing 189 centimeters tall, weighing 83.9 kilos. Fighting out of Marseille Fight Club, France, pour la France, pour la gloire, vive la République! Presenting the Glacier Fight Night middleweight title contender, Theo the Radiant Rómeri! Trommur í salinn! Trommur! Má ég heyra ykkur ærast? Allir! Og núna kynni ég til leiks einn með spennandi bardagamann Íslands í dag. 21 árs gamlan. Úr rauða horninu ósigraður. Úr Mosfellsbæ kemur framtíðin, holdi klædd. Uppalinn í Mjölni, býr í Mjölni. Lifir fyrir Mjölni, hann er 190 cm á hæð, viktar 83,5 kg með brúnt belti í BJJ og iðka barda íþróttir í 9 ár. Sigurvegari á Mjölni Open og margfaldur Íslandsmeistari í brasilísku jiu-jitsu. Hann þekkir ekkert annað en sigur. Ég kynni anatómíu áhugamanninn, efnilegasta úlinginn og best gefna bardagamann þjóðarinnar, Logi the Fire Geirsson!
Það gerir þetta engin betur en Arnar Dan. Gentlemen, whoever released the edge. Between all times, Okay, let's go. Það er eitthvað í loftinu hérna, sko. Það er eitthvað í loftinu. Það er svo mikil spenna fyrir Loga Geirs. Og hann ætlar að fara southpaw í þetta dæmi. Já. Gerum þetta bara flókið. Oi. Tíu Rómari ætlar að glíma við Loga Geirs. Já. Logi bara potrólur. Hann er örugglega bara gaman að þessu. Ef við skulum ekki taka neitt frá Tíu Rómari. Logi gerir vel hérna, snýr fætinum aðeins inn í innsætinu. Þetta opnar fyrir bakið. En Loga er drullu sama. Það endar undir. Já, hann er búinn að læsa Hann djókið. var bara að læsa djókinu. Þetta er búið. Þetta er búið, maður. Þegar við komum þangað og sleppur ekki. Anaconda choke. Já, svona á að gera þetta. Við sjá hvort að... Mountið og þá koma mjöðmyndar inn. Og þetta... Nei, ok, Allt sleppur, allt í lagi. Allt í lagi. Easy peasy, eitt of ekki miklu orku í þetta, hann hékk ekki lengi að þessu. Það getur verið erfitt að klára Anaconda chokeið. Logi kominn í halfguard. Salurinn tekinn við sér. Það vantar ekki orkuna hérna í frammeðmilið Úrvalsdal. Logi... Jæja, nú ætlar hann að seilast yfir og komast í mountstöðuna. Já. Það er sem sagt fyrir þá sem ekki þekkja frasana, það er að komast klofvega yfir andstæðinginn en svona... Þar hefur maður meira frelsi til athafna ef svo orðið megi komast. Hann ætlar að standa upp, hvað gerir hann? Já, Logi bara að vippa sér á bakið. Hvað gerir Logi hérna? Rólegur. Tíu Rómari ekki byrjar að reyna að losa hendurnar. Dregur hann bara niður í gólfið aftur. Eitt krókur inn og ground and pound. Já, þetta voru þunghögg. Tveir. Það farið að blæða á allt, sko. 2 krókar inn. Þá skynja maður rear naked choke. Ekki alveg komin undir. Byrjar að merja Tíu Rómari upp aftur. Hann ætlar að beita sama bragði og þú þýska gerði hérna, hann ætlar að hrista hann af sér en Logi sér við því, spennir hérna upp axlirnar á honum. Svo við verðum að taka Haf Nelson. Sallarólegur, eyðir valla orku. Brýtur posturið svona skemmtilega vel. Núna byrjar hann að setja upp rear naked chokeið aftur. Tíu Rómari verst ágætlega. Já, verst, hann er að halda sér á lífi, hann er náttúrulega ekkert að berjast á mótinu. Núna er Logi komin í yfirbyrðarstöðu. Notar vinstri hendurinn sína til að stjórna honum. Það er control-hendin. Jæja, og er þetta armbar Reynir armbar. Í loklótunar. Nei, ekki verður það armbarinn. Jæja. Gerir vel. Það er að stjórna fætinum á Loga Geirs. Það vinnur þessa lotu alveg yfirbyrðar. Á mínuspjaldi færi það örugglega 10-8. Þetta er 10-8 lota, ekki spurning. Fyrir þá sem ekki þekkja það, þá eru lotur í bæði blönduðum bardagalistum og hnefaleikum dæmdar. Sigurverðin fær 10 og svo tapaði fær 9, ekki nema þetta hafi verið afskaplega stór lota fyrir þann sem vann, þá er það yfirleitt 10-8 og í einstaka tilfellum 10-7. Já, getur farið alveg svo langt niður. Og ef menn fá refsistigum þá geta þær endað í 10-7 mjög léttilega. Já, heldur betur. En þetta er kannski svona pínu dæmi 10-8 lotu. Það sem að annar maðurinn nær bara engri sókn. Værirðu peppaður að fara inn í aðra lotu hérna? Ef ég væri... Það væri frakkinn. Nei, ég myndi segja sakra blöð og fara. Já. Við sjáum hérna svipinn á Tíu Rómari. Velti fyrir sig hvað hann er búinn að koma sér út í. Já, nú hlýtur hann alltaf bara að boksa. Sjáum hérna að Logi Geirs er hrikalega yfirvegaður. Já, þetta má hann ekki. Vá, þvílíkt skot! Þvílíkt skot! Þvílíkt vel tímasett skot, world class. Bindir hérna, þetta er Khabib-stæl. Bindir hérna lappirnar af figure 4 undan Tíu Rómari. Einmitt. Og ef að
Logi Geirs nær að reisa við og postjóra og byrja að kýla hann í andið, þá erum við komin inn á kpi.is. Komin í mountið, aðeins að setla mjöðmyndan aðeins betur. Theo Romeri gerir vel að snúa mjöðmannum sínum, láta ekki fletja sig út. En hann alveg... Smá pláss þarna fyrir á mjöðmyndanar. Núna þarf Logi að gera mjöðmyndar sem svolítið þungar. Já, við láta bara höggin gynja. Theo Romeri býður Loga Geirs bakið. Logi Geirs segir, má ég taka rear naked choke? Já, þetta... Er hann með hann? Hann er með hann. Arm in! Já, það held ég! Það held ég! Já! Svona á að gera þetta! Var þetta arm in rear naked choke? Þetta var það, hann fattaði ekki, hann skildi, tapaði hann! Af hverju ekki? Neigðu þið Logi, alltaf hringinn! Neigðu þið bara, þú átt þetta moment! Ég ætla bara að segja hér Stjarna er fætt. Stjarna er fætt í beinni útsendingu. Svakalegt! Walking into the octagon with the belt in the middleweight. Já, held ég nú. Halli Nelson að láta sinn mann fá beltið. Crown Prince. Okay, go in the center, fighters. Please, go to the referee. Why the property silent? Dömur mínar og herrar. With an arm in rear naked choke in the second round, Oloye the Fire Geirsson. Logi Geirs 9-0 sem takk við komin 9-0 ósigraður GFN meistari. Hvernig er tilfinningin? Sjúklega góð. Holy shit. Og þið í stúkunni. Þið gáðu mér orku. Þú náður honum í svona arm in rear naked choke. Fannst þér að þú getur bara valið hvaða submission þú myndir reyna á hann eða var eitthvað eitt sem stóð sérstaklega í búði? Nei, hann gaf mér bara svo mikið höndina, ég ætlaði að sækja bakið. Hann var svo góður að verja bakið. Þannig ég ákvað bara að taka þetta long arm rear naked choke frekar eins og Mikki sagði. Þú ert náttúrulega með kvikindislega langar hendur, en var það eitthvað í leik Theo Romeri sem kom þér á óvart eða fannst það challenging? Höggin hans voru alveg först, en ég gæti alveg tekið þið. Þetta var ekkert super stórt. Ég hef aldrei fengið jafn hart högg og hann gaf mér, en það lenti samt ekkert clean, þannig að ég er ánægður með frammistöðuna. Ein loka spurning, Logi. Ætlar að verja beltið? Það verður bara komið í ljós. Ef ég fæ sénsinn á að fara á pró áður en að næsta Glacier kemur, þá tekið það, annars bara býð ég eftir næsta Glacier. Geðveikt, Logi, það var æðislegt að fá að lýsa bardaganninum. Dömur og herrar, give it up, Logi Geirsson! What a dominant performance for Loye the Fire!